Við viljum halda fast í allt sem dýrmætt. Við felum peningan okkar vel, ekki? Og gullið okkar, það vel læst og við höldum fast í það. Það fær enginn að taka það frá okkur, það sem okkur dýrmætt. Og hér hann að segja við okkur að við eigum að halda fast í orð lífsins. Vegna þess að það það dýrmætasta sem við eigum. Orð lífsins lífið sjálft. Jesús sagði, orðin sem ég tala þau eru andi og þau eru líf. Þannig að við eigum að halda fast í orð lífsins. Nú, tíminn sem við lifum á, að hann hins vegar svolítið öðruvísi og ég trúi því að það sé virkilega ástæða fyrir okkur að hvað ég segja, að við þurfum að halda fast í það sem dýrmætt. Vegna þess að á þessum tíma að þá má segja að það eins og flóðbylgja sem gengur yfir til þess að stela öllu því sem gott, stela öllu því sem heilagt, stela öllu því sem rétt og skilja okkur eftir bara nakin með ekki neitt í höndunum. Þannig að við eigum að halda fast í það sem máli skiptir. Nú, það sem hefur verið að gerast að ákveðin gildi hafa verið að færast úr stað allstaðar í heiminum. Og mig langar að bara taka nokkra ritningarstaði til að sýna okkur hvernig Guð lítur á ákveðin málefni og Guð vill hafa það þannig. Hann vill ekki að við breytum því. Og ef við byrjum í Orðskviðunum 22:28, þar eitt vers. Fær þú eigi úr stað hinn fornu landamerki þau feður þínir hafa sett. Orðskviðun 22:28. Fær þú eigi úr stað hinn fornu landamerki þau feður þínir hafa sett. Af hverju vildu menn færa úr stað landamerki? Jú, menn vildu eignast meira land. Það stanslaus barátta land fyrir botni Miðjarðarhafs. Menn vilja sem sagt færa sín landamerki og landamæri og sumir hafa orðið að gefa eftir land. En hér segir Guð að hann vill ekki að við færum úr stað hinn fornu landamerkis þau feður þínir hafa sett. Ef við lesum næsta vers, 23 Orðskviðnir 10. Fær þú eigi úr stað landamerki ekkjunnar og gakk eigi inn á akra munaðarleysingjana. Fær þú eigi úr stað landamerki ekkjunnar og gakk eigi inn á akra munaðarleysingjana. Þetta Guði sérstaklega umleikið að vernda smælingjana, ekkjan á munaðarleysingjana fyrir sinni. Og hún á þarna ákveðna akra og það hljóta hafa verið einhverjir sem vildu beita valdi til þess að ná landi af ekkjunni sem ekkert átti, eða lítið átti, þessu litla sem hún átti, annars hefði þetta orð ekki til komið. Lög alltaf afleiðing af illgjörðum eða vondri breytni. Ef einhver keyrir of hratt hérna þá setjum við hámarkshraða. Þannig að einhver hefur verið að gramsa í landi ekkjunnar, þannig að Guð sagði, nei, þið gerið þetta ekki. Það ein ritningu viðbót hérna í Orðskviðunum 15:25. Þar segir drottinn rífur niður hús dramblátra en setur föst landamerki ekkjunnar. Hann setur föst landamerki ekkjunnar. Þannig að við sjáum á þessu
að það er ákveðin gildi sem að Guð vill ekki að séu færð úr stað. Ákveðin landamæri og ákveðin mörk sem Guð hefur sett, og Guð, hann verndar þessi mörk og hann vill að við berjumst fyrir þessum mörkum. Og ég veit ekki hvort þið sáu, það voru þættir Spaugstofuna daginn, verið að líta tilbaka, og þá voru þeir að líta tilbaka á það sem þeir höfðu gert, og þeir sögðu það að þeir færðu ákveðin gildi úr stað, og þeir voru harla glaðir með það að nú væri svona auðveldara að guðlasta og nú væri auðveldara að gera grín að Guði. Og þetta voru mörk sem hafði aldrei verið farið yfir áður. Það var viðtal við unga leikkonu og hún var þeim afskaplega þakklát fyrir það að nú gæti unga kynslóðin sem sagt guðlastað án þess að eiga þá hættu að vera adyrt fyrir það. Og þannig að, já, þeir færðu ákveðin gildi úr stað, það er það sem ég vil segja. Nú, Sálmur 11, við skulum lesa Sálm 11 og við skulum lesa eitt vers þar og eitt vers í Sálmi 12. Þá sjáum við svona, við sjá hvað gerist þegar að ákveðin gildi eru færð úr stað. Það segir, þegar stoðirnar eru rifnar niður, hvað megna þá hinir réttlátu? Vers 3, Sálmur 11:3. Gæti verið aðeins öðruvísi í ensku biblíunni. Þegar stoðirnar eru rifnar niður, hvað megna hinir réttlátu? Ef við förum í og hvaða stoðir er verið að tala um? Við getum heimfært þetta upp á Nýja testamenti þar sem segir að kirkja Jesú Krist, eða söfnuður hins lifanda Guðs, er stólpi sannleikans, undirstaða. Hér er verið að tala um foundation, tear down, stoðir rifna niður. Kirkjan er grundvöllur og stólpi sannleikans. Og Guð vill ekki láta færa sannleikan úr stað, hann vill hafa undirstöðunar. Nú, svo ef við lesum annað versið í 12. kaflanum, það er að vísu annað vers, það byrjar á öðru versi. Hjálpa þú drottinn því að hinir trúuðu eru á brottu, hinir diglindu horfnir frá mönnunum. Hjálpa þú drottinn því að hinir trúuðu eru á brottu, hinir diglindu horfnir frá mönnunum. Hér hefur eitthvað verið fært úr stað, að þar sem áður var dygð og trúmennska, að þessir menn eru farnir. Og haldið það breyti ekki þjóðfélaginu. Og Davíð, hann segir, hjálpað okkur drottinn, að það er engin trúmennska lengur. Það er bara ekkert rétt gott lengur. Og mér langar aðeins að bara nefna hérna nokkur dæmi. Og það er svo skrítið með það að eins og Spaugstofumenn sögðu, þeir færðu ákveðin gildi úr stað. Þeir voru fyrstir, þetta hafði aldrei verið gert áður. Og það er ákveðnir hlutir, það er einhver sem færir ákveðin landamerki úr stað sem aldrei hafa verið færð áður. Og þá verður breyting. Og það hefur afleiðingar. Og ef við hugsum okkur að, já, einhver tíman er allt fyrst. Þegar ég var að alast upp að þá var sambúðarformið svona, það var ekki mjög algengt. Það voru allir í hjónabandi, flestir í hjónabandi. En síðan byrjaði, sem sagt, einhver byrjaði á því, eða eitthvað par byrjaði á því að búa saman og síðan voru ákveðin gildi færð úr stað. Ég man, þegar ég var ungur maður og var að byrja vera með minni
Það vita það held ég flestir að ég var einu sinni giftur mjög stuttan tíma. Var að byrja að vera með minni fyrri að þá hló hún og sagði Kitty, pabbi þinn og mamma, þau segja við lifum í synd. Og að þá var þetta svona viðhorf að þegar fólk kom saman án þess að vera gift, að þá var það synd. Að það var kallað að lifa saman í synd. Núna köllum við það bara að vera í sambúð. Þannig að þetta ákveðin gildir sem hafa breyst. En einhvern tíma verður allt fyrst. Og síðan var það þetta með skilnaðina að ég man líka þegar ég var alast upp að þá var bara alveg óþekkt í kirkjunni okkar að það væru hjónaskilnaðir. Og ég man fyrsti hjónaskilnaðurinn sem ég vissi að okkur fannst það bara alveg, okkur fannst þetta svo sérstakt og fólk var bara svo, ég man að það kom kona og hún hafði skilið við manni sínum og við vissum bara ekkert hvað við ættum að segja við hann, okkur fannst þetta bara svo hræðilegt, það stóð í Biblíunni að það ætti ekki að skilja og þetta var það í fyrsta skipti sem einhver kristinn einstaklingur skildi og þetta var bara áfall. En í dag þetta orðið svona bara algengt og eðlilegur hlutur. Þannig að ákveðin mörk hafa verið færð úr stað. Síðan var það, þegar ég var strákur, að þá var mjög óalgengt að vera hommi. Og ég man að við strákarnir við svona kölluðum það var kall þarna sem bjó einhvers staðar og við héldum að höfðum grunum að hann væri svona eitthvað öðruvísi og hann var kallaður, já ég ætla ekki að vera að segja það hérna því að þetta er á myndbandi, ég ætla ekki að móðga neitt, en ég man að maður tók alltaf sveig að maður mætti honum á götu að því að það var svona einhver ótti innra með manni við þetta og sem sagt, okkur fannst þetta svo skrítið og óeðlilegt að við vorum hræddir og við forðuðumst þennan mann. Síðan er það að einhver kemur út úr skapnum, ég man það opinberlega, það eru sennilega komin einhver 35-40 ár síðan og hann þurfti að flýja til Danmerkur og var þar í 1-2 ár af því að þjóðfélagið það brást svo illa við. Þjóðfélagið bara, hann þoldi ekki við á Íslandi bara 35 ár síðan. Síðan kemur hann heim og það er viðtal við hann og hann segir, það var stór fyrirsögn í Morgunblaðinu, þegar ég játaði að ég væri hommi, þá var djöfullinn laus. Mér fannst það svo merkilegt að hann orðaði þetta svona, þetta voru hans orð, þetta er ekki mín orð, þetta voru hans orð. Þannig að hann færði ákveðin, hann var sá fyrsti og síðan voru ákveðin gildi færð úr stað. Núna ef þér finnst eitthvað athugavert við homma eða samkynhneigð, þá er allt þjóðfélagið á móti þér. Þannig að það er skrítið hvernig þjóðfélagið setur mörk. Menn tengja þá oft við tíma, að mörkin, það er nútími og það er svolítið skrítið sko, hvernig þetta tengist við tíman af því að þá er verið að tala að við erum svo vel upplýst og tæknivænt að nú skiljum við að þetta er rétt og þetta er gott. Á sama tíma skiljum við ekki ennþá að fóstur er barn. Það er mjög þannig að Guð nútímans, hann í raun og veru matar okkur á því hvað sé rétt og rangt. Og það er inn í þessa kringumstæður sem Páll segir, höldum fast í orð lífsins. Við getum ekki bara litið á klukkuna og sagt í dag, 10:12, ég má stela núna. Korter yfir 12, ég má drífa hór.
Þetta það sem nútíminn segir okkur af því að við erum svo, það er þessi tími sem við lifum á, að þá er þetta leyfilegt. Fyrir 30 árum að þá vissum við ekki þetta. Og við vissum ekki. Ég vissi alveg fyrir 30 árum að það var rangt að stela. Ég veit að enn í dag að það er rangt að stela. Það eru sumir hlutir, ég vissi fyrir 30 árum að það var rangt að ljúga. Ég veit að enn þann dag í dag að það er rangt að ljúga. Það er ákveðnir hlutir sem hafa ekki breyst. Ég veit að vissi að fyrir 30 árum að þá var til heiðarlegt fólk og það var líka til óheiðarlegt fólk. En það sem hefur breyst kannski er að þar sem að ég veiti, þar sem maður heyrir í dag, að óheiðarlegt fólk, að það sé bara gott fólk og þeir sem eru heiðarlegir og vilja gera rétt, að þeir séu asnar. Það er búið að snúa þessu við og þannig að það er búið að færa þessi mörk úr stað. Og þess vegna er það að Páll segir okkur að við eigum að halda fast í orð lífsins. Nú, það var eitt dæmi hérna enn að ég man eftir að það var eitt sem byrjaði, hann var barþjónn og hann lóðaði hérna neðan í dolluna, þú veist, það er einfaldur, það er tvöfaldur og hann lóðaði neðan í. Þannig að þegar þú keyptir þá fékkstu aðeins minna og þannig að hann færði ákveðin mörk úr stað. Þú fékkst bara einn tinnaðan sem var minni skammtur og þegar hann var búinn að selja nógu marga tinnaða þá var hann búinn að fá eina flösku fyrir sig sem hann gat selt bara sjálfur. Þannig að viðskiptavinirnir töpuðu og eigandinn tapaði líka. En þannig færði hann ákveðin mörk úr stað. Þessi hérna er ótinnaður. En það sem ég langar að segja, áður en að var hinn fyrsti skilnaður, að þá datt voðalega fáum í hug að skilja. Það var ekki inn í myndinni. Það var reynt að leita að einhver annarri lausn af því að það hafði enginn farið þessa leið áður. Og þannig að þegar að gildi eru farið úr stað, þá hefur það áhrif, jafnvel margar kynslóðir. Áður en fyrsta fóstureyðingin var framkvæmd, þá var þessi umræða ekkert inn í myndinni. Þá bara áttu konurnar sín börn. Og ef við förum hérna aðeins í annað Tímóteusarbréf, þriðja kafla, eða fjórða kafla fyrirgefið. Annan Tímóteusarbréf fjórði kafli. Þriðja vers. Þá stendur þetta undarlega vers því að þann tíma mun að bera. Þann tíma mun að bera. Það kemur sá tími að menn þola ekki hina heilnæmu kenningu. Þeir þola ekki að heyra þessi orð lífsins sem við viljum halda í. Þeir þola ekki að heyra hina heilnæmu kenningu, heldur hópa þeirra sér kennurum eftir eigin fýsnum þess að heyra það sem kitlar eyrum. Þeir munu snúa eyrum sínum frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Þannig þegar þú segir hérna að það sé rangt að stela undan skatti eða það sé rangt að stela virðisaukanum, þá kemur einhver og segir, heyrðu, nei, anda djúpt, horfðu á sólina, að það eru konar nýjar kenningar, fáðu bara jógatíma, það gerði eitthvað, það eru konar nýjar kenningar og sem sagt, fólk vill ekki lengur heyra hvað er rétt og hvað er rangt. Og það kveður svo fast að menn þola ekki
Og gott dæmi þetta var viðtal við unga konu í sjónvarpinu núna ekki alls fyrir löngu, þar sem hún vildi fá þjóðina til að samþykkja að það væri engin skömm að eyða barninu sínu. Og ég hlustaði á þetta viðtal og ég skrifaði niður orðrétt eftir henni af því að það vakti svo mikla undrun mína það sem hún sagði. Ok? Ef ég hluti af þessu þjóðfélagi, í augum margra ungra kvenna ég gamall kall sem getur ekki gengið með barn, þess vegna skil ég þetta ekki. Það er boðskapur nútímans. Af því að ég hef ekki gengið með barn, þá skil ég ekki konu sem vill eyða barninu sínu. En þessi unga kona, hún sagði, hún fór í læknisskoðun og það sem að, þegar hún kemur þar inn, að þá þoldi hún ekki að heyra það sem að læknirinn sagði, læknirinn var kona, læknirinn hrópar, það er lifandi, það er lifandi. Já, trillaði mér þá inn í ég ætla ekki að segja allt orðið, fóstureyðingarstofuna og kláraði dæmið. Ég átti erfitt með að sofa þessa nótt. Þetta var ung og falleg kona og ég bara hugsaði, hvílík grimmd eða hvílík fásin. Ég veit ekki hvort ég á að segja heldur. Og síðan segir hún að hún vill sleppa, hún var að tala um stofnanirnar á Íslandi, að það væri svo mikil höft, þetta væri svo vont, þetta væri látið líta út eins og þetta væri skömm. Og hún segir að það þarf að sleppa úr öllum þessum verkjum og hindrunum svo maður þurfi ekki að hugsa þetta sem barn. Þetta sá hún orðið. Það þarf að sleppa öllum þessu veseni svo að maður þurfi ekki að hugsa að þetta sé barn. Svo segir hún að það fylgir því skömm, en þetta er engin skömm og það er ekki eins og þú sért að deyða barn, eins og öfgahópar vilja láta okkur halda. Hvernig er hægt að vera meira í ósamræmi við sjálfan sig heldur en þessi unga kona? Hún þoldi ekki að heyra sannleikann. Hún vildi fá að fara sínu fram. Ok, ég get sæst á það, en ég get ekki sæst á það að hún vilji fá mig til að samþykkja að það sem hún er að gera sé rétt. Ég get ekki sæst á það að hún vilji fá þjóðfélagi til að samþykkja að þetta sé rétt. Vegna þess að deyða sitt eigið afkvæmi, fyrir mig er það ömurlegasta sem hægt er að gera og vera móðir. Og geta sem móðir tala svona eins og þessi unga kona talaði. Ég skil það ekki. Ég skil það ekki. En Biblían segir að mennirnir muni verða grimmir á hinum síðustu tímum. Og síðan komu þarna konur á eftir og já, vildu segja að þetta væri allt saman rétt og gott og þetta væri bara forræðishyggja. Er það þá forræðishyggja ef ég stöðva einhvern hérna út á götu sem er að berja barnið sitt? Horfum við bara upp á það? Nei, við horfum ekki upp á það. Við viljum gera það sem rétt er, við viljum halda í orð lífsins. Þannig að við erum í raun og veru á þessum stað sem Páll talar að menn þola ekki að heyra sannleikann. Menn þola bara ekki að heyra sannleikann, því miður. En þeir hópaði sér kennurum eftir eigin fýsnum. Hvað þýðir það? Jú, ef ég vil gera svona, þá finn ég mér kennara sem að segja mér að þetta sé í lagi að gera svona. Ég finn einhvern sem samþykki það sem ég er að gera. Og það er nákvæmlega það sem er að gerast í okkar þjóðfélagi í dag. Að þeir sem að vilja segja það sem er heilnæmt og gott, að þeir eru skotnir niður.
En spurningin það mikið talað flóttamenn í dag og heimurinn fullur af flóttamennum og það kom til mín að við sem kristnir erum jafnvel flóttamenn líka og það eitt vers sem segir að hérna í 1. Tímóteusarbréfi 4:1 þá segir að andinn segir berlega og síðan í tímum muni sumir ganga af trúnni gefa sig að villuöndum og lærdóm mildra anda 1. Tímóteusarbréfi 4:1 andinn segir berlega og síðan í tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villuöndum og lærdóm mildra anda. Þegar allt þetta gerist í okkar þjóðfélagi, það byrjað að færa gildi eftir gildi úr stað, að þá finnst sumum kristnum bara gott að gerast flóttamenn og bara flýja og finna sér eitthvað annað land. En það ekki það sem Biblían kennir okkur. England, kannski við förum bara til Englands. Við Íslendinga flýjum til Englands og eigum þar góða tíma, engin áreitir okkur þar. Hér verið að tala um að flýja frá landi trúarinnar. Páll, hann segir, þegar svona komið, að þá gefur hann okkur ráð, og það líka í 1. Tímóteusarbréfi 7. kafla, hann segir í 12. versi, bestu trúarinnar góðu baráttu. Höndla þú eilífa lífi sem þú varst kallaður til og játaðist með góðu játningunni viðvist margra. Og hann svarar líka, hérna í versinu á undan, svarar hann, má segja, fyrir okkur þessu með þegar fólk þolir ekki hérna heilnæmu kenningu, þá segir hann, þú guðsmaður, forðast þú þetta, stundar réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglyndi, hógværð. Stundum þurfum við bara að vera stöðug þegar allt þetta vellur á okkur og fólk verður æst og fólk verður reitt. Ég meina, þessir öfgahópar, þið vilja alltaf segja okkur þetta og hitt. Já, ég segi nú vanlega, ég hef bara rétt á að hafa mína trú fyrir mig og mína samfæringu fyrir mig. Ef að þú vilt hlusta, þá það velkomið. Ef þú vilt ekki hlusta, ef þú þolir ekki að hlusta, þá þarft ekki að hlusta. Það komu 2 jakkaklæddir menn inn á vegstæði til mín daginn og hérna, einn vinnufélagi mér segir, heyrðu Kitti, þetta mormónar? Mormónar, segi ég. Ég myndi nú ekki leyfa neina samkeppni hér, sagði ég, við hérna orðsannleikas. Nei, þetta voru bara menn úr afgreiðslunni. En honum fannst það ægilega fyndið að ég ætlaði ekki að leyfa neina samkeppni. Þannig að hérna, við þurfum bara að standa föst fyrir og vera stundum bara stöðug. Við þurfum ekki að segja svo mikið, en sjáðu til, við höfum rétt á að hafa okkar skoðun. Það trúfrelsi, það skoðanafrelsi og það alltaf verið að segja okkur, það alltaf verið að gera hlutinni í nafni mannréttinda, en við erum líka menn. Og það alltaf verið að hræða okkur, ekki gera þetta, ekki gera hitt. Við þurfum ekki að vera hrædd. Páll segir að við höfum að halda fast í orð lífsins, berjast trúarinnar góðu baráttu. Við þurfum ekki að hlaupa í burt frá trúnni þó að einhverjum líki ekki trúin. Ég las smá grein í vikunni, sonur minn kom heim með vikuna í gær af því að það var mynd af honum þar og heil síða þar sem var mynd af honum og hvað hann var að gera og hvað hann ætlaði að gera og bla bla bla. Og aftast í blaðinu þar grein einhverja unga konu sem hafði lent í svona ofsatrúarsöfnuði og það ekkert sagt hvaða söfnuður eða hver en leið og maður fer að lesa greinina þá sér maður að þetta var
eitthvað mjög óheilbrigt samfélag. Og hann ekki til lengur á Íslandi, þessi söfnuður, en hún lenti í því að hún flutti út, var í trúboði í þessu söfnuði, segir hún, og hún var látin giftast einhverjum manni, hann var valið fyrir hana og það var svona stjórn. Og margir halda að það sé svona hérna. Ég fór að hugsa það, margir halda það að Hvítasunnu-kirkjan sé akkurat svona. Já, sagði ég ekki, svona þetta ofsatrúafólk, svona þessi vitleysingar. Hann stjórna því hver á að giftast hverjum og allt þetta og hérna, fólk gerir, við erum skrýtna fólkið eins og tannlæknirinn minn sagði, Kitti, þú veist að, þú gerir þig grein fyrir því að fólk svona almennt í bænum heldur að þið séu svona svolítið skrítin. Já, en mér finnst margt fólk mjög skrítið líka, þannig að það bara allt í lagi. Ef einhverjum finnst ég vera skrítið, það svo gott þegar maður er farin að þekkja fólk eins og upp í vinnu, þar sem við erum á litlum vinnustað 10 manns, þegar fólk þekkir mann, þá getur maður sagt hvað sem er. Af því að þeir vita og treysta að þá má ég segja, kannski sem ég get ekki sagt við einhverja ókunnuga. Og það hlutur sem að ég nota mér alveg óspart. Að mér finnst, ég segi það alveg hikstalaust ef að mér finnst þeir vera vitlausir og vera með rangar skoðanir. Og við eigum að gera það þar sem við erum. Við eigum ekki að flýja, við eigum ekki að vera flóttamenn, við eigum að berjast trúarinnar góðu baráttu. Og spurningin er, þegar allt er orðið svona, það er búið að færa ákveðin gild úr stað, við höfum ekki lengur, berum ekki virðingu fyrir hjónabandi, við berum ekki, fólk ber jafnvel ekki virðingu fyrir trúnni sem slíkri í dag. Af hverju? Jú, af því að svo margir kristnir hafa brugðist. Þannig að spurningin er hægt að breyta þessu? Það er vissulega þörf á breytingu og ég trúi því að við þurfum meira vakningu, við þurfum endurreisn. Og það gerist ekki öðruvísi heldur en að ganga okkar með Guði að hún verði meira en svona hobby. Þetta þarf að vera eitthvað sem brennur innra með okkur að segja öðrum frá Jesú. Eins og Bergþóra var að tala að fara og segja öðru fólki frá Jesú. Það þarf að vera eitthvað sem brennur innra með okkur að biðja fyrir þjóðin okkar. Biðja fyrir þeim sem eru í kringum okkur. Þetta er ekki bara svona, já, ert þú í golfi? Já, ég er í kirkju á sunnudögum, ég er í kirkjukórnum. Þetta er ekki, sjáðu, þetta er ekki hobby. Spurning, þetta snýst það að ég ætla að fylgja Jesú Kristi, hann er líf mitt. Jesús sagði, verið í mér, þá verð ég í yður. Hann er líf mitt. Líf mitt snýst Jesú, líf mitt snýst Guðs ríkið, að fylgja honum, og þegar við höfum her af slíku fólki, þar sem líf þeirra snýst það, þá verður endurreisn í þjóðfélaginu. Vandinn sem við erum að fást við, að margir bara, þetta er bara svona hobby. Já, ég kem svona bænastundar ef mig langar, já, eða ef ég getur allt sem þú vilt. Það sem hefur forgang við þín lífi, þú gerir það. Það er bara þannig. Þannig að ef við viljum sjá breytingu á Íslandi, þá þarf þetta að snúast, þá þurfum við að trúa þessu að Jesús sé sá sem hann er og við þurfum að vilja berjast fyrir þessari trú. Við þurfum að standa með þeim sem eru í framlínunni og við þurfum að standa á bakvið leiðtogann okkar og við þurfum að vilja berjast trúarinnar góðu baráttu. Og ég trúi því að sunnudagssamkomurnar okkar hérna, að þær tala líka, sumir segja að skipti engu máli, ég er ósammála vegna þess að ég hef svo oft heyrt svakalega voru margir bílar fyrir utan kirkjuna þína.
hvernig stendur á þessu? Ég er búin að vera í þjóðkirkjunni og það eru bara ekki svona margir þar. Það talar til fólks þegar kirkja, hópur af fólki kemur saman, það talar til fólks. Þannig að þegar við komum saman, og þetta er líka spurning að koma saman, þá komum við saman til að lofa Guð, og þegar við komum með því hugafæri að lofa Guð, þá verður Guð svo glaður að hann byrjar að gera kraftaverk í kirkjun okkar. Hann gerir kraftaverk hérna úti, en hann elskar líka. Jesús, hann kallaði þá inn í helgidóminn, segir á einu staði, og hann læknaði þá þar. Og það er eitthvað yndislegt þegar fólk kemur saman og lofar Guð af öllum lífs- og sálarkröftum, að Guð, hann elskar það svo mikið að hann byrjar að blessa, hann byrjar að lækna. Ég man alltaf þegar mamma var að skamma hana litlu fósturdóttur mína og sagði, ekki gera þetta Barbara, ekki taka þetta. Og hún hallaði undir flatt, hún var 2-3 ára og sagði, elsku Lauga mín, hún kunni á mömmu. Og mamma bránaði alveg undir eins og hún fékk það sem hún vildi. Og ég trúi því að Guð, hann er faðir, að þegar við komum og við segjum, elsku faðir minn, bara með öllu hjart okkar, að þá fáum við það sem við viljum, af því að hann elskar það þegar við elskum hann. Þannig að höldum fast í orð lífsins, elsku systkini, ekki láta færa úr stað í lífi okkar. Og ok, ég fór í gegnum skilnað, fleiri hafa farið í gegnum skilnað hérna, og við ætlum ekki að lifa í fordæmingu, en við ætlum ekki að segja að skilnaður sé besta lausnin. Við viljum ekki færa hjónabandið úr stað, sjáðu til. Jafnvel þó að okkur hafi mistekist, okkur hefur öllum mistekist. Það er ekki það sem ég er að tala um. Ég er bara að tala um að við segjum áfram að það sé rétt og gott að vera heiðarlegur. Eru þið sammála því? Ef að segja það að það sé áfram rétt og gott, við þurfum ekki að vera krúkk til þess að hafa framgang í lífinu. Við getum verið heiðarleg og við getum staðið upp fyrir sannleikan og það sem rétt er og það sem gott er. Guð er miskunnsamur faðir. Hann fyrirgefur alla misgjörðir og allt sem okkur hefur orðið á. Og jafnvel, ég veit það sko, þó að konur hafi farið í fóstureyðingu, að ég er ekki að dæma það. En ef þú segir að þetta var rétt og þetta var gott og heilbrigt, þá eru þú að eiga það við Guð. Ef þú segir ég gerði mistök, þá veit ég að hinn himneski faðir mun umfaðma þig og taka þig að sér og hugga þig. Og ég trúi því að það er alltaf rétt að játa syndi sína þar sem rangt er, þá líður okkur vel á eftir. Og það er það sem við erum að tala um, ekki færa mörkin og gildin úr stað, höldum fast við orð sannleikans. Amen. Við skulum standa á fætur bara og enda þessa samkomu í Jesú nafni. Drottinn minn, ég bara bið þig, gefðu mér djörfung, gefðu okkur öllum djörfung að standa fast og halda fast í þitt orð. Hjálpa okkur, Drottinn minn, að vera þitt fólk og lýsa fyrir þig og skammast okkur ekki fyrir þig. Hvort það er gamaldags eða nýtt, Drottinn, þá viljum við fylgja þér. Drottinn, þakka þér fyrir að þú skapaðir okkur. Þakka þér fyrir að þú, Drottinn, ert með okkur í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. Faðir Guð, þakka þér fyrir bæjarfélagið okkar, þakka þér fyrir kirkjun okkar og þakka þér fyrir að við fáum að sjá vitjunar og endurlíkunar tíma, Drottinn minn. Þakka þér fyrir að við fáum að sjá fleira fólk koma og taka þátt í því að upphefja þig, lofa þig, breyta þessu þjóðfélagi, breyta, Drottinn minn og Guð minn, umhverfi okkar og Drottinn minn og Guð minn, að það sem er rétt og satt megi aftur verða rétt og satt, það sem er hreint og heilagt megi aftur verða hreint og heilagt, ó Guð. Drottinn, gefðu vakningatíma, gefðu umbreytingatíma, gefðu vitjunartíma. Og Faðir, við viljum segja þér að við elskum þig í dag og þakka þér fyrir það, Drottinn, að læknandi kraftur þinn og Drottinn og umhyggja þín fyllir hjört okkar, Drottinn minn, í Jesú nafni. Og við bara lofum þig, tilbiðjum þig, tignum þig
Drottinn minn og Guð minn. Amen. Amen. Halleluja. Drottinn láti bara ásjónu sína lýsa yfir þig á þessum degi. Varveiti þig og blessi þig. Amen.